Við ætlum að tala bók sem heitir Alla mína stelpu spilatíð. Hún eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur sem kemur úr Garði í Mývatnssveit. Þetta frægur bær. Þarna bjó Jakobína Sigurðardóttir, rithöfundur, merkasti rithöfundur 20. aldarinnar og maðurinn hennar, Þorgrímur, pabbi þinn. Og þú ert að skrifa sjálfa þig og pabba þinn og mömmu og afa þinn og reyndar ferða aðeins aftar og svo ertu að skrifa bara nútíman fjölskylduna þína og hérna, þannig að þetta býsna svona stór saga. Já, þetta svolítið svona ættarsaga að sumu leyti og með svolítið svona kvenrembulegan fókus því að það var svo maður að segja því að ég hef mikinn áhuga á kvennasögu eða kynjasögu eins og maður segir í dag, þannig að ég að skoða sjálfa mig svolítið í því ljósi, ljósi sögunar þar sem ég kona í sögunni. Og þá ég náttúrulega líka að skoða mömmu og ég að skoða ömmur og langömmur og frænkur og fleiri konur. Aha. Og kallarnir fá að fljóta með. Það ekki svo slæmt að þeir fá ekki að vera með. En hvernig var alast upp í Mývatnssveit, í þessari sveit þar sem fólk hefur nú orðað sig fyrir að vera dálítið svona stríðlynt og skapmikið og þraskjart jafnvel, að alast þar upp sem dóttir þessara mjög svo umdeldi hjóna í raun og veru? Já, það sem ég að lýsa í þessari bók, það hvernig að alast upp í þessari sveit og kannski hefur það verið þannig í fleiri sveitum á tímum kalda stríðsins. Þar sem að kannski menn skiptust í fylkingar eftir pólitík. Og svo skrifaði mamma þessa bækur, þannig að þetta var alls ekkit einfalt mál. Hún var líka aðkomukona í minni sveit, þannig að ég lýsi því svolítið svona í hvaða stöðu það sett hana að vera aðkomukona, að vera ekki alveg eins og hinar konurnar, af því að hún var meira en húsmóðir, hún var að skrifa þessa bækur. Og það var kannski ekki síst eftir að Snaran kom út sem að hún var svona stimpluð sem bara ægilegu kommunisti og þau voru bæði sósíalistar, þannig að það í Framsóknarsveit eins og ég held að allar sveitir hafi verið á þessum tíma. Já. En hún var náttúrulega og svo voru þessar bækur en þær voru djarfar líka, það þóttu djarfar bersögn. Já, það var sagt dægurvísu að það væri klám í dægurvísu sem náttúrulega óskaplega fyndið ef fólk lesa hann í dag. Nákvæmlega. Þá held ég að enginn myndi finna neitt sem líkist klámi en það var einhver sem hafi kynhvöt. Það var náttúrulega mjög dónalegt. Var þér strítt á þessu? Varstu lögð í einelti eins og við talum í dag? Já, ég fjalla svolítið það í bókinni hvernig það var mín fyrstu ári í skólanum. Við byrjuðum ekki í skóla, þetta var heimavistarskóli og við byrjuðum ekki í skólanum, í heimavistarskólanum fyrir 9 ára. Og já, það var, ég held að verða skilgreina það sem einelti svona mín fyrstu svona kannski 2-3 skólaár og það tengdist heimili mínu. Já, það var vegna foreldræðina og mömmu? Já. Mömmu fyrst og fremst. En það var búskapur þetta náttúrulega og mamma þín var húsmóðir meðfram því að skrifa bækurnar. Já, hún sló ekki slöku við í móður- og húsmóðurhlutverkinu, alls ekki. En hún var kannski ekki mikið, ekki sko eins og ég man það, þá var hún ekki í útiverkum mikið, hún mjólkaði kýrnar en hún var ekki í heiskap eða í fjárhúsum. En hún sló ekki slöku við í heimilistarfunum. Svo það náttúrulega átakanlega lýsingar á sko afa þínu sem virðist nú hafa verið. Já, eins og bara maður segir bara nánast ekki heill á geði. Já, ég svolítið að gera upp við afa minn blessaðan í þessari bók. Hann var svona kannski, þetta var umræðuefni sem við forðuðumst svolítið og já, ég held að hann hafi verið eitthvað veikur, en hann fekk aldrei neina greiningu á því. Það eru átök, hann elta móðuðinn út á tún og ég veit ekki hvað, sko. Það kemur þetta til átaka fyrir mig. Já, það voru líkamlega átök á heimilinu og ég held að það hafi stafað svona viss hætta af honum, en pabbi auðvitað passað upp á hann og ég veit ekki hvað var að honum eða hvernig það var, en þarna ég svolítið að opna inn á þessu umræðu. Við töluðum aldrei þetta, ég talaði aldrei þetta við foreldra mína og við systurnar. Systur mína 2, þær hjálpuðu mér við að skrifa þennan kafla. Þær lögðu mér til efni og við uppgötvuðum að við höfum aldrei talað afa.
En bókin nú ekki beiskjublandin, maður finnur það ekki. Svo náttúrulega ertu líka að lýsa því að þú ert að pipra nánast. Finnst þeim í sveitinni. Já, það var nú fleiri inn í sveitinni, skal ég segja þér, því að það var farið að tala kærast, það byrjaði bara þegar ég var 16 ára. Kannski hefur þetta bara verið lenskan að í kringu upp úr 1970 þá bara áttu stelpur að vera komin með kærasta upp á arminn á unga aldri. Og þannig var það líka oft. Og já. Þannig þú varst þannig að pipra bara 16 ára? Það lá við. En nei, beiskju, ég forðast beiskju og ég tel mig ekki vera bitra eða beiska manneskju. En þú náðuð þér í svo í mann, eins og sagt er. Já, og það endaði með því. Já, og hann 10 árum yngri en þú líka fjallaði dálítið það. Já, ég fjallaði þess það, já. Það er þannig að það er svona ákveðin forskrift sem við höfum í samfélaginu að kallinn á að vera svona kannski segjum 5 árum eldri en konan eða allavega eldri og við eigum að vera svolítið litlu stelpurnar sem að svona leitum verndar hjá eldri gæjanum sem að hann á að vera stærri og sterkari einhvern veginn. Já. Ég held að þetta sé svona arfur frá þeim tíma. Svo fyrir annað sem ég finnst skemmtilegt, það er að koma aðvendan og svona, og þú veist að gera skrifa hvernig kröfurnar sem eru gerðar til kvenna og líka, og það þarf með þær á þessum tíma ársins. Já, ég las svo skemmtilega bók. Ég er nú með heimildaskrá þarna aftast í þessari bók. Ég las alveg ókjöra bókum þegar ég var að skrifa þessa bók. Og ein heitir For Her Own Good og er eftir 2 bandarískar fræðikonur. Og þær fjalla svolítið mikið uppruna þess að það fyrir að ráðleggja konum svona mikið og segja þeim hvernig þeir eiga að lifa lífinu og hvernig þeir eiga að ala upp börnin og hvernig þeir eiga að sjá heimilið og fyrst voru þetta sálfræðingar og heimspekingar og læknar og allt kallar auðvitað. Og svo tóku konurnar smám saman við og mér finnst þetta í dag þá er einhvern veginn aðvendan og jólin er svona þessi tími þar sem að sjálfskipuðu sérfræðingarnir sem ég kalla svo fara alveg hamförum og segja okkur hvernig við eigum að vera rosalega afslöppuð aðvendinu, við erum samt að gera þetta og þetta og þetta. Þetta er eiginlega alveg þrúandi þegar maður hugsa bara allt það sem flæðir út úr internetinu og ég held að alveg rétt þetta beinist ofboðslega mikið gegn konum. Já, og ég heyrði bara núna í útvarpinu einmitt bara í dag eitthvað svona, þannig að þetta er byrjað núna, það þarf ekkert annað en að lesa blöðinu eða hlusta útvarpið. Eru þið svona skapmikil í þinni fjölskyldu? Já, það er mikið ættarskap, vil ég meina, í minni föðurætt, en bróðir minn myndi nú ekki alveg vilja skrifa upp á þetta, hann hefur mótmælt mér í þessu, en hann er mikil skapmaður sjálfur, ég segi það bara hér og nú. En það er mikið skap í mývetningum og þú sagðir það með dáðan, mamma, hún sagði það að þeir væru örugglega svona æstir út af hrauninu, Ódahraun nær þarna tegið sig inn í sveitina. Já. Það var sennilega hraunið sem að gerði á svona æsta og skapmikla. Það var nú bróðir sem gerði hérna uppreist bara einn gegn landbúnaðarkerfinu. Já, var það alveg frægur fyrir það. Heyrðu, þakka þér fyrir, það er gaman að fá þig hérna í þátti Sigríður. Alla mína stelpu spilatíð er bókin þín.